Komið sæl og velkomin hingað með okkur á Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum. Ég hef fengið góðan gest til mín, formann Hollvinasamtaka heilbrigðisþjónustu á Fljótsdalshéraði. Velkomin. Takk fyrir. Þetta er langur titill. Já, dálítið langt. Er það ekki? Jú. En líka starfið merkilegt. Já, þetta er mikilvægt starf, teljum við. Já. Við erum, markmið okkar er að styðja við bakið á heilbrigðisþjónustu á héraði og Hvernig gerum við það? Já, við söfnum saman fé og aðalega er það í því formi og kaupum með svona hluti sem að vantar á bæði á Dyngju sem er hjúkrunarheimilið og heilsugæsluna hér. Það virðist nú alltaf vanta ýmislegt og við öflum fjár með því að það eru styrktarfélagar. Við sendum út svona einu sinni ári valgreiðslu til allra heimila á svæðinu. Og þar fáum við fé og síðan höfum við svona þegar við erum að safna í svona stærri gjafir þá leitum við til aðila. Núna erum við til dæmis að safna fyrir hjartastuðtæki ásamt skjábúnaði sem að kostar á 3 milljón og þá ákváðum við að leita núna til fyrirtækja á svæðinu að styðja okkur í þessu og það er í fullu gangi. Og hvernig hefur því verið tekið? Já, því er tekið bara yfirleitt vel. Já. Við erum náttúrulega, svo hefum við að sjá afraksturinn. Já. En þetta, fólk kann að meta þetta og veit að það er þörf á að laga ýmislegt. Það til dæmis þetta hjartastuðtæki, heilsugæslustöðin á ekki slíkt tæki en hefur nýtt á sjúkrabílum sem er náttúrulega ákvæðið óhagræði. Já, því hann getur verið hvað sem er og þegar á þarf að halda og ef við búum að taka á sjúkrabílum þá er það ekki þar. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að fá þetta tæki og við stefnum að því að reyna að klára að afhenda þetta fyrir áramót. Já. Þannig að það er alltaf fullu í núna og vona fyrirtækin bregðist við. Já. Þetta var endurreist þetta félag, hvað, 2015? Já, Hollvinasamtök heilbrigðisþjónustu á Fljótsdalshéraði eins og þú nefndir, það var endurreist 2015 og hefur starfað þó nokkuð krafti síðan og það er komið 10 milljónir sem við höfum afhent í búnaði til þessara stofnana hér. Já. Og ætlum að halda áfram á þeirri braut. Já. Þið settuð í gang, eða hafið haft sem fjáröflun líka að selja jólakort. En það er ekki bara einhver jólakort eða hvað? Nei, það er dálítið skemmtilegt verkefni. Þetta er í þriðja skipti sem við leitum til listasviðs menntaskólans hér og fáum nemendur þar til að koma með tillögur að jólakorti og sem að í ár var hreyfing í skóginum, þannig að við svona reynum að stilla þetta aðeins af og við fengum núna 40 hugmyndir og það var valið úr þessu og 2 voru verðlaunaðar og við erum búin að prenta sem sagt þessar tillögur á kort og erum að fara að selja það og það er náttúrulega notað í þessum sama tilgangi. Já, er ekki hægt að fá þetta sendt all land ef að vill? Jú, það er ekki vandamál. Já, fólk sem áhengar. Þetta kortin verða til sölu, það verður ekki í almennum búðum, heldur verður Lyfja hér á Egilsstöðum og menntaskólinn og heilsugæslustöðin munum selja þetta og síðan er það við stjórnarmenn sem að svona reynum að koma þessu til fólks og selja. Hvað er það sem drífur mann áfram í svona samtökum? Já, það er alltaf fyrst og fremst það að fólk vil standa á bak við þessa þjónustu sem er hér og í þessu tilfelli en náttúrulega það að þjónustan er kannski ekki alveg eins góð hér og á svona svæðum. Þannig að fólk finnur bara til þess að það þurfi að aðstoða og yfirleitt er tekið mjög vel í þetta og fólk er tilbúið að leggja á sig vinnu, nokkuð svona aðeins. Þetta er þakklátt? Það er þakklátt, já. Hvert er svo næsta stóra verkefni? Hverju á að safna fyrir næst? Já, við erum svo sem ekki búin að ákveða það, en við erum nú alltaf að afhenda Dyngju og hjúkrunarheimilinu og þarna svona ýmis smá búnað svona eftir því sem að það virðist vera endalaus þörf. Til dæmis í ár þá höfum við skapað svona öryggishnappa fyrir íbúana og hlaupahjól fyrir starfsfólki. Þetta eru þangi gangar og eitt og annað sem við afhendum svona án þess að hafa mikið kringu það.
Það bara því fé sem við söfnum svona í þessum föstu liðum, en þegar svona átak eins og núna þá leitum við til annar aðila. Það hefur líka verið leitað til félagasamtaka á svæðinu og svona til þess að taka á þegar svona stærri verkefni hafa verið í gangi. Já, og þau koma alltaf upp með reglulega? Þau koma alltaf upp reglulega og við óskum bara eftir svona því frá stofnunum hvað mest þörf á. Eigum við ekki bara heita á Austfirðinga? Jú, við skulum gera það, alveg endilega, að lyfta undir með okkur í þessu átaki. Já, bara gangi ykkur sem allra best með. Takk að kella fyrir það. Takk fyrir að koma. Takk.